viljum við mildilega gefa í dag í Jesú nafni. Mér langar bara til að byrja á því að biðja. Drottinn, ég þakka þér fyrir forréttindin að fá að koma saman í þínu nafni. Og þú segir það sem að 1 eða 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni. 2 eða 3 stendur. Þar ertu mitt á meðal. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir. Ég vil þótt að við getum kannski ekki verið saman í dag svona, í hennu náttúrulega. Þá erum við í einingu andans og við erum saman, Drottinn, á netinu. Og einhverju hérna örfáir í salnum sem til að lofgjöra teymin okkar. Og Drottinn, ég vil bara þakka þér fyrir það. Að þú hefur sagt, Drottinn minn, að þú ert með okkur. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir styrkin sem að þú gefur okkur hvern einasta dag, Drottinn. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur, við þurfum ekki að óttast, við þurfum enga kvíða. Við leggjum allar slíkar byrðar í þínar hendur, Drottinn, því að þú bert umhyggju fyrir okkur. Og mér langar sérstaklega að biðja fyrir þeim sem eru veikir í dag, sem eru að glíma þessa glímu við COVID akkurat núna. Og Drottinn, ég bið fyrir þeim sem eru á spítala, ég bið fyrir þeim sem eru í öndunavél, ég bið fyrir aðstandendum, ég bið lækningu þína, Drottinn, og ég tala endurreisn í líf þessara einstaklinga og ég tala endurreisn til íslensks samfélags, Drottinn, og fyrir heiminn allan. Í Jesú nafni við biðjum, í Jesú nafni. Amen. Við vitum það að Víðir búin að vera minna okkur að það síðustu daga að það er svo mikilvægt að ekki bara byrja vel, heldur að enda vel. Og hann hefur verið að brýna fyrir okkur aftur og aftur og við hlýðum við því. Hann hefur verið að brýna fyrir okkur aftur og aftur hvað það er mikilvægt að slá ekki slöku við, þannig að við fáum ekki upp þessa veiru aftur og aftur, heldur að kveðana í eitt sem fyrir öll bara niður í kútin. Og þetta er svo rétt og við þurfum að vanda okkur og það er svo margir sem bara á göngunum með Guði og bara í lífinu almennt sem að hafa tilhneigingu til þess að byrja vel, svo einhvern veginn flosnar einhvern veginn upp úr hlutunum. Og ég var að hugsa það þegar Víðir var að tala daginn, að þegar ég byrjaði að æfa líkamsrækt á sínum tíma, sem ég geri mjög mikið og allir maðurum minn líka, þetta er svona lífstíl, þá var ég svo lánsum, ég fekk rosalega góðan þjálfara sem kendi mér svona ákveðna undirstöður. Og hann með talað það að það skiptir svo miklu máli hvernig hún nálgast það. Það er til dæmis ekkert sniðugt að drekka mjög mikið áður en þú ferð að æfa. Það er heldur ekkert sniðugt að borða rosalega mikið rétt fyrir æfingar. Það þarf að passa það. Svo er annað sem að komi bara mjög óvart þegar hann var að segja frá og það var það að það skiptir máli að byrja ekki of skart. Byrja rólega. Þannig að þegar þú kannski ferð að hlaupa brettið og þá er ekki spurningum að hlaupins rætt og getur alveg strax. Þú þarft að vinna þér upp í ákveðnu tempó. Þannig að tempó, svona ryþminn í hlutunum, skiptir máli. Og hvað kemur það þessu við sem við erum að gangi í gegnum? Jú, það kemur því við að ryþminn hefur svolítið með úthald að gera. Hann hefur með þolgjað að gera. Og við kannski héldum fyrst þegar þeir komið fram og voru að tala þetta og það var lagt til að það yrði þetta samkomið bann og annað. Þá héldum við kannski spretthlaup væri að ræða. Við héldum að þetta yrði kannski 2-3 vikur og svo yrði samfélagi bara ósköp hefðbundið eftir það. En annað hefur svo sannarlega komið á daginn. Nú hafa liðið bara töluvert marga vikur og við ennþá sjáum ekki fyrir endan á þessu. Þannig að þetta er löngu hætt að vera spretthlaup. Þetta er orðið að langhlaupi. Og það minnir mig á það að fyrir í vetur að þá var ég með að stúdera þolgæði. Og hvað þolgæði er ótrúlega mikilvægur eiginleiki að hafa á göngunum með Guði. Að gefast ekki upp þó á móti blási og halda tempói. Halda alltaf tempói. Búa til þannig umhverfi sem að virkar. Andlegt umhverfi, andlegt fyrirkomulag sem að virkar þannig að maður ná árangri á göngunum með Guði. Passa sig að fara ekki of geyst. Heldur búa til tempó sem að maður getur í raunni viðhaldið. Ekki satt.
Þannig að mér langar til þess að fara í Rómverjabréfið í 5. kafla í versi 1 og það stendur svo. Réttlæta trú höfum við frið við Guð, saki drottins vors Jesú Krist. Hann hefur veitt okkur aðgang að þeirri náð sem við lifum í og við fögnum í voninu dýr Guðs. En ekki aðeins það, og þetta athyglisvert, við fögnum líka í þrengingunni. Ég veit ekki marga sem að fagna í þrengingum, en það stendur hér, við fögnum líka í þrengingum, þar að við vitum að þrengingin, hún veitir þolgæði. En þolgæði gerir mann fullreyndan og fullreyndur aftur á vonina. Þannig að fyrir mér þetta svona hringur og það mjög hættulegt að festast á okkur en stað í þessum hring. Við þurfum að klára hringin. Þannig að þrenging veitir þolgæði, þolgæði gerir mann fullreyndan og fullreyndur á vonina. Við þurfum nefnilega þolgæði til þess að komast í gegnum ákveðna kafla í lífinu. Og Biblían, hún sigurhúðar ekki lífið. Hún segir aldrei það verða bara sólskinn, bjarti dagar og dásamlegheit. Nei, Biblían talar ekki um það. Auðvitað lífið yndislegt. Lífið frábært. En það getur líka oft á köflum verið bara mjög strembið. Og í lífinu að þá munum við upplifa sorg. Við munum upplifa missi. Við munum upplifa erfiðleika sem bara óhjákvæmilegu fylgi fiskur þess að elska. Það hin hliðin á teningnum að elska. Þannig að Biblían algjörlega sönn varðandi þetta og þess vegna gefur Guð okkur ráðleggingar hvernig við getum sem best þolað þrengingu. Hvernig við getum komið út úr þrengingu hinum megin með vonina að leiðarljósi. Ekki satt. Og ég veit ekki með ykkur en ég alltaf til í smá meiri von. Vonin það sem heldur okkur á floti. Og staðreyndin svo að í þrenging líka tækifæri. Kínverska orðið, krísa, samsett úr 2 orðum. Það samsett úr orðunum, hérna ég að finna þetta, það samsett úr orðunum hætta og tækifæri. Og mér finnst þetta ótrúlega merkilegt, því að það svo rétt. Krísa nefnilega hætta, en það líka tækifæri. Og Guð vill að við horfum á tækifærið. Og í krísu þá gríðarleg tækifæri, til dæmis að endurmeta lífið. Hvað að virka og hvað ekki svo mikið. Og ég veit ekki með ykkur en ég þarf stundum að stokka upp í hlutunum og segja, herðu býttu nú við. Þetta bara dauði í mínu lífi. Ég þarf að ýta þessu út, ég þarf að fá meira þessu og samskipti og annars líkt. Það svo gríðarleg tækifæri. Og oftast í krísum þá gerum við varanlega breytingar. Það nefnilega oft þannig að við gerum ekki breytingarna nema til neitt. Það svolítið þannig. Það þetta mannlega. En vinir, krísan býður upp á tækifæri. Og í Biblíunni fjölmörg dæmi einmitt þetta. Að fólk hafi notað krísu og risið upp. Sjáðu Móse. Hann notaði krísu. Hann sá að það var verið að beita hans líð órétti og hann greip í taumun og gerði ekkert endilega rétt. Ég ekki að réttlæta það. En hann greip inn og Guð reist hann upp til þess að verða þessi mikli leiðtogi. En áður en það gerist þá þurfti hann einmitt að fara í gegnum eyðimerkurgöngu. En ekki bara það, Davíð. Munum eftir Davíð og Góliat. Vá, það var krísa í landinu. Það var krísa í landinu og enginn þorði á móti Góliat. Rétt eins og við horfum á núna, það veit enginn, það skilur enginn eins að veiru. Ekki bara Davíð, við erum að tala um Rahab, við erum að tala um Ester,
Muni eftir Rahab, hún hleypti njósnurinn minn og hvað gerðist? Sagan breyttist. Það sem þetta fólk gerði í miðjun á krísu breytti sögunni. Og hugsa ykkur Rahab, þessi kona sem hafði vafasama fortíð. Hún ein af, hún í ættartölu Jesú. Spáði í þessu út af því hún reis upp og gerði það sem var rétt. Þá telur Guðinn það til tekna. Og getur verið, vinir, að Guð sé að reisa okkur upp fyrir einmitt þetta tímabil sem við lifum á núna til þess að breyta sögunni með einhverjum hætti. Við getum verið allavega að breyta okkar sögu. En vinir, við getum líka verið að bara breyta sögunni með því að gera hlutina með einhverjum öðrum hætti en við höfum verið að gera hingað til. Gera með Guðs hætti. Halleluja. Þannig ég fór að hugsa, wow, allt þetta fólk, það kemur fram í krísu ástandi að þá fer þetta fólk að skína út af því að það ekki endilega kringumstæðnar, það eru viðbröðin við kringumstæðunum. Allt þetta fólk tók stöðu sína og gekk inn í þá köllun sem að Guð hafði á líf viðkomandi. Og hvað gerðist? Sagan breyttist. Páll var einn af þeim sem að einmitt hafði þessa sögu. Hann breytti sögunni. Og þvílíkt sem að Páll hefur haft áhrif á kristindómum allan heim. Hann skrifaði stóran hlut af Nýja testamentinu. En það stendur hér í öðru Tímóteusarbréfi 4:7. Ég hef barist góðu baráttunni. Ég hef fullnað skeiðið. Ég hef varðveitt trúna. Og nú mér geymdur sveigur réttlætisins sem Drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi. Og ekki einungis mér heldur öllum þeim sem þráð hafa endurkomu hans. Stuttu eftir þetta vers, í rauninni bara í næsta versi, þá talað vinas Damas, vin Páls sem hét Damas. Damas var lærisveinn Páls og gekk með honum. En hann byrjaði vel, en endaði ekki svo vel. Hann hvarf og Páll talar það og greinilega með smá harmi, Damas hvarf á braut. Hann elskaði þennan heim meir en hann elskaði Guð. Og hann leiður og svo listar hann upp nokkru nöfnum sem hafa byrjað vel, en ekki endað vel. Og hugsið ykkur, Damas, það var bara hvergi minnst á Damas í ritningunum eftir það. Sagan hans breytti í sjálfu sér afskaplega litlu út af því að hann hélt ekki út. Og vinni, það bara svo mikið atriði að halda út. Það svo mikið atriði líka á þessum tímum sem við lifum á. Þegar fólk undir þrýstingi, það að halda út. Hvar liggur fjársjóður okkar? Og ég fór að hugsa þetta einmitt. Hvernig getum við með betri hætti haldið út á göngunum með Guði? Hvað það sem gerir það verkum að við erum ekki bara, þið veitir, við byrjum ekki bara vel, heldur við klárum verkefnin. Við klárum. Og mér langar að nefna 4 atriði í því samhengi. Það fyrst og síðast, vinir, að gefa sér tíma fyrir persónlegt samband við Guð. Á hverjum einasta degi að gefa sér tíma til þess að lesa í ritningunum, til þess að biðja og ekki síst til þess að hugleiða orð Guðs. Þeir sem að ná árangri á göngunni og hafa eitthvað að gefa, hvort sem að það innan kirkjulegs samhengis eða út af við, hafa andlegt úthald. Andlegt úthald númer 1, 2 og 3. Þannig að ef þú vilt halda út, ef þú vilt hlaupa og vinna þennan sveig sem að segja bara, herði, ég hef fullnað skeiðið. Ég orðið fullreyndur. Ég hef von fyrir framtíðina. Þá það að halda út. Það að eiga persónlegt samband við Jesú. Og það kemur ekkert í staðinn fyrir það. Því miður þá það þannig að margir hafa kannski hætt að lesa eða lesi lítið eða eru ekki þessar andlegu verið sem við eigum að vera. En kirkjan á þessum tíma þarf að rísa upp.
Hún þarf að rísa upp og segja, herðu, svona þetta. Jesús svarið. Leitum hans og við munum fá saðningu fyrir sál okkar. Má ég heyra amen? Þannig það. Gef okkur tíma fyrir persónulegt samband við Guð. Annað sem er gríðarlega mikilvægt á hverjum degi. Það er að minna þig á hver Guð er. Það er svo oft sem að við druknum í COVID-umræði eða í annars konar umræðu. Og nú er þetta ekki bara COVID, nú er þetta spurningum lífsviðurværi fólks, afkomi fólks og margir eru óttaslegnir. En það er svo mikið atriðinir að þegar við erum óttaslegin að við stækkum Guð í kringumstæðunum. Að við horfum til Guðs en ekki á kringumstæðuna. Því hvað gerist þegar við horfum á Guð, þegar við stækkum Guð? Allt sem þú veitir athygli það vex. Veittu honum athygli. Hin hliðin á peningnum er, hver ert þú í Guði? Það er annað sem við verum að minna okkur á hverjum einasta degi. Hvað segir ritningin þig? Eru þetta kringumstæður sem munu ganga fram að þér, munu eyðileggja þig? Nei. Drottinn segir, allt megnar þú fyrir hjálpan sem þig styrkan gjörir. Hann sem hefur hafið í þér góða verkið, hann mun og fullkomna það. Og hann hefur líka sagt vinir að allt muni samverka til góðs. Þetta eru slæma kringumstæður, það er rétt. En vitið það, Guð hefur lag á að láta slæmar kringumstæður samverka okkur til góðs. Það geta nýst okkur í þessari byggingu sem að Guð er að byggja í lífum okkar. Þannig að leifum honum það. Atriði númer 2, myndu þið á hver Guð er. Myndu þið á hver Guð er. Myndu þið á hversu stór Guð er. Hversu mikill hann er. En myndu þið líka á hver þú ert í Guði. Hvað Guð segir lífið þitt. Og við munum hvað lagið segir. You say I am strong when I feel like I'm weak. Það er það sem að Guð segir. Vitið það, ef við myndum vita hvað Guð segir, þú veist, ef við myndum sjá hvernig Guð horfir á okkur, við myndum raunverulega sjá það, þá myndi líf okkar og okkar sýn á lífið algjörlega breytast. Hann hefur trú á okkur. Hann hefur trú á okkur í Jesú nafni. 3. atriðið, endurnýjaðu hugsun þína. Í Róm, ég elska þetta, elska þessi vers í Rómverjabréfinu í 12. kafla. Því brýni yður systkin að þér vegna samfélagsins við Guð bjóði fram sjálfaður að lifandi heilagri Guði þóknarlegri fórn. Og eru þau bara í Smárakirkju að tala fórnir? Já, því að þetta er nefnilega mögnuð mynd af því sem við eigum að vera að gera. Hvað gerðist í gamla sáttmálum þegar þú voru að fórnfæra dýrum? Halldór kom inn á svo vel og listilega vel á síðustu samkomu. Og það var það að dýrunum var fórnað. Og hvað gerist þegar eldurinn kom upp og dýrunum var fórnað? Þau breyttu form. Það sem við gerum þegar við erum á altari Guðs, að við leifum honum að breyta formin okkar. Við hættum að vera þetta og við förum að vera þetta. Og munið hvað segir í orði Guðs, hann gefur okkur fegurð í stað ösku. Þannig að það er eitthvað við það að vera á þessu altari, og náttúrulega, veist, ekki raunverulega altari, heldur á þessu altari Guðs, þar sem við breytum form. Þannig að þegar við gerum það og við leifum honum að vinna í líf okkar, leifum honum að breyta okkur upp, breyta formin okkar, leifum honum að hafa áhrif á hugsanir okkar. Hvað gerist? Við förum allt í einu átt okkur af því að það sem er vilji hans, hið góða, fagra og fullkomna verður hlutskipti okkar. Formið okkar hefur breyst, við höfum breyst. Því að við erum ekki haldandi í okkar eigin kringumstæður eða erum í okkar eigin mætti, við erum í hans mætti. Og þegar við erum í hans mætti og þegar við treystum Guði, þá getur Guð gert alveg stórkostlega hluti í líf okkar. Og ég hef reynt einmitt það. Þannig að breytum form, við erum þessi lifandi fórn á altari Guðs.
Í 4. lagi, treystu að Guð sé stærri en allar kringumstæður. Það stundum bara mjög snúið. Við allt í einu, og ég mjög gjörn á því út af því ég svona stjórnandi í mér, ég fyrir alltaf að reyna að stjórnast í kringumstæðunum út af ég tel að ég veiti betur en Guð. Og ég komist að því að ég veit ekki betur en Guð. Ég komist að raunum það í gegnum erfiða reynslu. Það ekki típist? Þannig að látum mína reynslu vera ykkur viðvörun. Guð stærri en allar kringumstæðurnar. Og vitið það, Guð ekki búin að missa tökin á þessu á heiminum öllum. Hann horfir ekki á þessa veiru og hugsa, ok, skákum át. Ég veit bara ekkert hvað ég á að gera í þessum kringumstæðum. Vitið að Guð með ráð við öllum kringumstæðum. Hann með svari inn í allar kringumstæður. Og svarið bara mjög oft ekki það sem við erum búin að plana. Því að hans vegir eru aðri en okkar vegum og hans hugsanir eru aðri okkar hugsunum sem betur fer. Og margir og þú veist, ég hef oft verið spurð það, en ertu ekki reið stundum út í Guð? Jú, ég bara stundum svolítið reið út í Guð, út að Guð haga sér ekki nákvæmlega eins og ég vil að hann hagi sér. En vitið það, ef hann gerði það, þá væri hann ekki Guð. Og það eitthvað við það, vinir, að þegar við erum að mæta kringumstæðum, að við auðmýkjum sjálf okkur undir hans voldugu hönd, út af því hann veit betur en við. Og þegar við erum tilbúin að auðmýkja okkur og segja, veistu að Drottinn, ég veit ekki hvað hérna í gangi, en ég kýs að treysta þér. Ég kýs að gera þig að leiðtogi. Ég kýs að setja þig á hásætið í þessum kringumstæðum. Ég ætla ekki sjálfur að vera reyna að finna út úr hlutunum. Ég ætla að treysta þér. Ég ætla að trúa því að þú sé stærri en þessa kringumstæður. Leið og gerir það, þá ertu búin að gefa honum stjórnartaumana. Og það lykill, vinir. Það lykill. Gefum honum stjórnartaumana á líf okkar. Hættum að vera bakstra í þessum málum sjálf og leifum honum að stjórna. Þannig ég fara aftur yfir punktana. Aftur setja ég upp gleraugun. Að gefa sér tíma fyrir persónlegt samband við Guð. Og vinir, á hverjum einasta degi þá hvet ég ykkur til þess að vera í persónlegu sambandi við Guð. Því að það gerir þig andlegan. Þá leyfið þið andans manni að stýra ferðinu og hann fær fæðu og hann fær getu til þess að takast á við kringumstæðurnar. Myndu þið á daglega hver Guð og myndu þið daglega á hver þú ert í Guði. Endurnýjaðu hugsun þína. Vertu á altari Guðs og leyfðu honum að brenna sem þýðir það að við breytum form. Treystu að Guð stærri en allar kringumstæður og allar kringumstæður geta samverkað til góðs. Mér langar til þess að koma að lokum með áskorun hérna til okkar. Nú Víðir búin að segja að við eigum að enda vel. Áskorun mín þessi. Það ekki nóg að byrja vel. Í svona kringumstæðum þá Guð að mynda í okkur þolgæði. Og þolgæði þarf að vera fullreynt til þess að vonin komi aftur. Leifum Guði að fullreyna okkur á þennan hátt. Leifum Guði að breyta okkar formi og leifum líka Guði að gefa okkur þessa nýju von sem hann þráir að gefa okkur þegar allt þetta afstæðið. Má ég heyra með hann? Þannig í dag, það ekki meira í bili sem ég ætla að segja og ég vona eitthvað að þessu getur kannski nýst þér fyrir komandi viku. En mér langar til þess að lokum biðja með ykkur stuttabæn. Og ég veit að það fólk hér sem kannski þekkir ekki Jesú. Veit ekki hver hann þekkir hann ekki persónulega og á ekki einmitt það sem ég var að tala þetta persónulega samband við Jesú. Það langar mig til þess að hvetja þig að hleypa honum inn í hjarta í dag. Því að það engin stærri, betri eða meiri gjöf en það að taka við Jesú Kristi í hjartanu.
Þannig ef að þú ert þar í dag og þú þekkir ekki Jesú, þá hann bara einni bæn í burtu. Og mér langar til þess að biðja bæn og ég vil biðja þessa sem eru hér í salnum, þessa fáir sem eru hér í salnum, að biðja eftir mér og bænin er svona. Kæri Jesús, ég bið þig að koma í hjarta mitt. Ég bið að fyrirgefa mér sérhverja synd. Viltu fylla mig að heilugum anda? Viltu ganga með mér hvern einasta dag? Drottinn, ég þakka þér að ég nú þitt barn. Í Jesú heila nafni. Amen og amen. Amen. Ef að þú varst að biðja þessa bæni í fyrsta skipti, þá hvet ég til þess að setja í samband við okkur í Smárakirkju. Ég heiti Sigurbjörg Gunnarsdóttir og getur sendt mér post á Messenger eða post á kirkjuna, bara verður velkomin. Hveti til þess að biðja á hverjum einasta degi, lesa orðans og umfram allt tengjast einhverjum trúuðum. Og þegar þessu samkomubanni líkur endilega komdu á samkomu. En mér langar til þess að þakka ykkur innilega fyrir samkomin í dag. Drottinn bless ykkur og varveit ykkur.